Þetta hluti Glitni eftir nokkurra daga samningaþref hluthafa bankans tapa nær öllu. Stoðir sem fyrir þjóðnýtingu átti þriðjungi Glitni rær lífróður tapið nemur tugum milljarða. Þjóðnýting Glitnis hefur valdið falli á hlutabréfum í evrópskum bönkum í morgun. Stjórnarformaður Glitnis hundfúll út í ríkisvaldið og segir vel hægt að fara aðra leið til að bjarga bankanum. Komið sæl og blessuð, hér hefjum við hádegisfréttir á Stöð 2 og Bylgjunni. Ríkissjóður hefur ákveðið að kaupa 75% af hlut í Glitni fyrir 600 milljónir evra eða 84 milljarða króna. Ákvörðun þessa efnis var tilkynnt í morgun. Aðgerðin var nauðsynleg til að forða bankanum frá gjaldþroti. Höskuldur Kári Schram segir fyrstu hádegisfrétt. Í tilkynningu Seðlabankans kemur fram að gripið til þessara ráðstafana með hliðsjón af þröngri lausafjárstöðu Glitnis og einstaklega erfiðum aðstæðum á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Það var afar þýðingarmikið að þessi breyting yrði gerð hratt og fumlaust, þannig að óþarflega langur tími í vangaveltur Glitnir myndi ekki myndast. Ríkissjóður mun við milligöngu Seðlabanka Íslands leggja Glitni til hlutafjárframlaga jafnvirði 600 milljóna evra eða sem nemur 84 milljörðum króna. Ríkið verður því eigandi að 75% af hlut í Glitni, en ríkið ætlar sér þó ekki að vera eigandi að bankanum nema til skamms tíma. Þessi innkoma ríkisins styrkir eiginfjárstöðu bankans mjög, tekur af allan vafa fjárhagslega stöðu Glitnis. Við höfum séð sambærilegar aðgerðir í löndunum í kringum okkur sem endurspeglar vel þá erfiðu stöðu sem ríkir á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Þessi aðgerð hefur því miður neikvæð áhrif á núverandi hluthafa en er nauðsynleg til lengri tíma litið. Ljóst er að tap núverandi hluthafa er gríðarlegt. Það er þannig að þetta fólk eftir aðgerðir ríkisstjórnarinnar er með banka sem er rekinn. Ef að þessi aðgerð hefði ekki komið til þá væru hlutabréfin 0. Bankinn hefði því orðið gjaldþrota ef ekki hefði komið til þessara aðgerða. Ef að bankin fær ekki hjálp á þrengingartímum, fær ekki fjármögnun, þá lifir bankin ekki, það er ekki flóknara en það. Lárus Velding verður áfram forstjóri bankans og ekki var tilkynnt neitt niðurskurð. Boðað verður til hluthafafundar hjá Glitnis og fljótt sem auðið er, þar sem breytingarnar verða lagðar fram til samþykkis. Nú þegar hafa stærstu hluthafar og stjórn bankans lagt fram sitt samþykki. Höskuldur Kári Schram sagði frá þessu en fréttamenn okkar Heimir Már og Telma eru við höfuðstöðvar Glitnis. Þar sem þau munu meðal annars freista þess að ná viðtali við Lárus Velding bankastjóra sem ég gerir ráð fyrir að þau séu með einhvers staðar í nánd. Telma. Já, takk þetta. Við erum stödd hérna í höfuðstöðvum Glitnis og Lárus Velding, forstjóri Glitnis, er mættur hérna og Heimir Már Pétursson tekur nú við og ætlar að ræða við hann. Já, Telma, Lárus Velding bankastjóri er komin í þetta væntanlega tilefnis eða stærsta tilefnið í þínu lífi sem bankastjóri þessi dagur í dag. Var þetta óumflýjanlegt að fara þessa leið? Já, þetta er svo laust sem kom upp. Nú, það er mikil ábyrgð sem á okkur hvílir sem að rekum fjármálastofnanir að það komi aldrei upp neitt vafi varðandi lausafjárstöðu. Við horfumst í augu það eftir nokkrar alla þá miklu atburði sem hafa verið að gerast í útlöndum að það kemur upp það okkar mati, stjórnenda bankans og stjórnarformanns fyrir sjáanlegur lausafjárvandi, þeir eru horftir fram á við og sem við töldum okkur að bregðast við. Varstu beinlínis gjaldþrot við bankanum ef ekkert hefði verið gert? Alls ekki. Það var fyrirsjáanlegur lausafjárvandi sem að leystur er í öllum tilvikum eins og við sjáum út allan heim með þá seðlabönkum og ríkisstjórnum þess ríkis. Þetta eru atburðir sem eru að eiga sér stað allan heim. Við erum náttúrulega að fást við alþjóða fjármálakrísu og í þessu tilviki var þessi lausn til hér á margan hátt sambærilegt þess sem við erum að sjá erlendis og við erum í raun bara sáttir við þá niðurstöðu að ríkissjóður eru ákveðið að koma inn í bankan með þessum hætti. Nú eru vantarlega fólk út í bæ þúsundir viðskiptavina Glitnis. Hvaða áhrif hefur þetta á inneignir og annað sem að fólk er vantarlega að spyrja sig át allan bæ í bankana? Þetta hefur vissulega engar inneignir annað en það er að við erum með náttúrulega gríðarlega sterkan meirihluta eiganda að bankanum og í því fylgir náttúrulega viss gæðastimpill fyrir eignasafn og starfsemi bankans sem komið fram ekki síst í máli seðlabankastjóra fyrir í dag. Þannig að fólk getur treyst í að innistæður þeirra í bankanum séu vel geymdar og það ekki ástæða til þess að panikera fyrir viðskiptavinu og taka peningarna sína út? Vissulega ekki og það er einmitt þess vegna
sem að farið var, að því það var fyrirsjáanlegur hugsanlegur vandi, þá gripið þessar aðgerða til þess að það sé aldrei neitt vafi fyrir viðskiptavinni að fjármunir þeir eru óhætt. En bara rétt stutt að lokum, hluthafar hafa væntanlega tapað miklu fé? Hluthafar hafa vissulega, þetta er mjög sársaukafull aðgerð fyrir hluthafa, hún er það, en eins og ég segi, það er þegar uppkomið þessa stöð, þá hvílir mikil ábyrgð á fjármálastofnunum að það sé aldrei neitt vafi og farið var í að leysa þetta fyrirsjáanlega vandamál með þessum hætti. Lárus Velding, bankastjóri Glitnis, þakka kærlega fyrir komuna til okkar hér í þetta viðtal og við skiptum aftur yfir til Telmu Tómasson. Og það verður rætt við áhrifamenn hérna rétt á eftir. Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, verður hér í viðtali eftir örstuttastund. En stjórnarformaður Glitnis er hundfúll út í ríkisvaldið og segir að vel hefði verið hægt að fara aðra leið til að bjarga bankanum. Sindri Sindrason tekur við. Stjórnarformaður Glitnis segir niðurstöðuna ekki endilega loka niðurstöðu, ekki sé útilokað að nýir aðilar bjóði betur en ríkissjóður. Þetta er á valdi hluthafana ákveða. Það sem að ég segir að ég mun reyna að gæta þeirra hagsmuna og ef að kemur boð þá mun að sjálfsögðu ræða það við ríkisvaldið. Finnst ykkur ríkisvaldið hafa stungið ykkur í baki? Ég er að sjálfsögðu ekki sáttur þessa niðurstöðu. Þessi niðurstöða fyrir hluthafana er ekki góð. Ríkisvaldið segir að aðeins sé skammtíma erfiðleika að ræða. Hefði þá ekki verið hægt að taka neyðarlán og það hefði kannski verið betri lausn og stóð það til boða? Það stóð ekki til boða og ég er því miður vissum það að það hefði verið hægt að fá aðra möguleika hefðu menn haft aðeins lengri tíma. Þannig að ríkisvaldið var óþolumótt? Við skulum segja það, við vorum þá settið á stöðu að við höfum ekki val. En hefði Seðlabankinn geta gert gjaldeyrisskiptasamninga við aðra seðlabanka, hefði það skipt einhverju? Það hefði skipt máli, já. Að hvaða leyti? Já, það hefði auðveldað okkur fjármögnun á bankanum. Þorsteinn segir að þetta komi til með að hafa neikvæð áhrif á viðskiptalífið í heild sinni en vill ekki segja hversu mikil. En hvers vegna bara 75%? Hvers vegna tekur ríkisvaldið ekki 100% í bankanum? Þeir verða að svara því en ég hef svona talið miklu eðlilegra að það veri 50-50. Hvers vegna? Með að verðmæti bankans og stöðu bankans. Þá má þess geta að þeir sem peninga eiga inn í Glitni þurfa ekki að óttast að missa þá, en hluthafar missa langstærstan hluta eigna sinna eins og gefur að skilja. Og Björgvin G. Sigurðsson er hér, viðskiptaráðherra er hér mættur í hús og Heimir Már Pétursson ætlar að ræða við hann. Björgvin, þessi tíðindi, hvernig slá þau þig? Já, þetta er náttúrulega erfiðar fréttir fyrir hluthafa og eigendur Glitnis og afskaplega dapurlega fyrir þá, en leið er verið að gera hérna tvennt. Það er verið að verja fjármálalega stöðugleika í landinu, að vera að verja fjármálakerfið allt annars vegar og hins vegar verið að verja viðskiptavinni Glitnis. Það er verið að verja fólki sem á hér innistæður og er í viðskipta fyrir Glitnir og í rauninni verið að koma í veg fyrir það að það reynir til dæmis á lög okkar innistæðu tryggingar af því að hér er allt tryggt. Hér skiptir bankinn eigendur og nú er það ríkið sem kemur hérna inn og rekur bankan að fullum krafti áfram. Starfsmenn að svara fyrir honum og bæði starfsfólkið og viðskiptavinnirnir vita hvar þau standa og þau eru í öruggum höndum. En auðvitað er þetta afskaplega erfið atburðar sem að verður til þess að bankin lendir í þessu lausafjárvanda. Þetta er sterkur og stöndugur banki sem að verður meðal annars fórnarlamb þessara gríðarlega stóru atburða og erlendu mörkuðum, sérstaklega í Bandaríkjunum og lausafjárvandinn kemur upp. Sjáu þið í ríkisstjórninni fyrir ykkur að þið þurfið að gera eitthvað sambærilegt fyrir hina bankana, að staðan sé orðin þannig? Nei, fjarri því. Ég held að þessi aðgerð, þessi aðkoma ríkisins að Glitni verði til að styrkja fjármálakerfið allt og eyða mikillu óvissu, eyða vafa og verður örugglega til þess að styrkja hina bankana í sess og hinn fjármálafyrirtækin í framhaldinu. En þetta veit maður aldrei hvað gerist en við erum sannfærðum að þetta verður til þess að styrkja stöðu hinna bankana töluvert af því að hér hefur líka ríkið sýnt það, íslenska ríkið, að það lætur ekki banka færi gjaldþrot. Við göngum inn og tökum við og þátt í rekstri bankans þannig að hann fari ekki í þrot með öllum þeim hörmulegu afleiðingum fyrir allan almenning í landinu sem það hefði. Þarf að setja einhver sérstök lög vegna þessara aðgerðar? Ekki að svo komnum máli en að lokum kemur þetta til Alþingis, já. Björgvin G. Sigurðsson, þakka þér kærlega fyrir þetta og við skiptum aftur yfir til Telmu Tómasson með næstu frétt.
Það verið að taka Glitni af stoðum, sagði Sigurður G. Guðjónsson, stjórnarmaður í Glitni, þegar hann gekk af krísufundi í höfuðstöðvum stoða í morgun. Félagið var stærsti einstaki hluthafinn í Glitni og horfið fram á 20 milljarða tap af fjárfestingu sínum í bankanum. Lóa Pind Aldísadóttir reyndan á tali af forsvarsmönnum fyrirtækisins í morgun. Stoðir áttu rétt rúmlega 30% hlut í Glitni þar til tilkynnt var 75% kaup ríkisins í bankanum í morgun. Þegar fréttastofu Baragarði var búið að læsa höfuðstöðvum stoða og enginn svaraði þegar við reyndum dyrabjölluna. Dyrnar reyndust hins vegar kviklæstar og við freistuðum þess að ná tali af einhverjum, en þá vildi ekki betur til en svo öryggiskerfið tók að íla og okkur var snúið tilbaka af Júlíusi Þorfinnssyni, forstöðumanni samskiptasvið stoða. Öryggiskerfið fór í gang þegar við reyndum að ná tali af forsvarsmönnum stoða og kannski lýsandi fyrir stöðu mála í dag, en það vildi enginn tjá sig hjá stoðum nema forstöðumaður samskiptasvið sem sagði að staðan væri grafalvarleg, menn væri að meta hana og von væri á yfirlýsingu seinna í dag. Að þeim orðum sögðum sáum við á bak Sigurði G. Guðjónssoni, lögmanni og stjórnarmanni í Glitni. Við náðum í skottið á honum á leið út í bíl. Sást þú að fundi með forsvarsmönnum stoða? Já, ég gerði það. Og hvað fór fram á þeim fundi? Ég má ekki segja það, sko. Geturðu sagt mér hvaða þýðingu hefur þessi þjóðnýting fyrir stoð? Hún hefur náttúrulega áhrif á eignastöðu þeirra. Hversu mikil? Ég veit það ekki nákvæmlega, en það verið að taka Glitni af þeim og það hefur þá hefur það í för með sér að eigur þeirra rýrna verulega. Hversu mikið rýrnaður? Sem nemur þeirri aukningu sem eiga sér stað í Glitni. Geturðu nefnt einhverju tölu? Nei, ég má það ekki. En þetta verður örugglega. Aðdragandinn að kaupum ríkisins í Glitni stuttur, en bankinn óskaði fyrst eftir aðstoð Seðlabankans í síðustu viku. Lillý Valgerður Pétursdóttir. Á fundinum í Seðlabankanum í morgun sagði Davíð stjórnendur Glitnis hafa leitað til Seðlabankans eftir aðstoð vegna þeirra stöðu sem bankinn var komin í. Glitnir banki hafði samband við Seðlabankan miðja síðustu viku. Þá höfðu horfur fjármögnun hans breyst tiltölulega mjög skyndilega vegna hins mikla óróleika sem verið hefur á alþjóðlegum mörkuðum. Geir H. Haarde forsætisráðherra fundaði á laugardaginn með bankastjóra Seðlabankans og efnahagsráðgjöfum í stjórnarráðinu. Geir sagði eftir fundin að það hefði ekki verið krísufundur, heldur hafði hann verið að setja sig inn í hvað hefði gerst meðan hann var á ferð sinni í Bandaríkjunum í síðustu viku. Í gær fundaði bankastjórn Seðlabankans aftur með forsætisráðherra og þó líka fjármálaráðherra. Þegar líða tók á kvöldið boðaði Davíð Oddsson Seðlabankastjóri nokkra ráðherra, fjármálaráðgjafa og formenn stjórnarandstöðu flokkana á sinn fund í Seðlabankanum. Mikið leynd hvíldi yfir fundinum. Allir fundarmennir voru þöglir sem gröfin þegar þeir fóru hérna út úr Seðlabankanum fljótlega eftir miðnætti og vildu ekkert segja hvað hefði verið rætt. Tryggvi, hvað getur þú sagt mér um þetta? Og þessu næst ætlar Heimi Már að ræða við Guðna Ágústsson, formann Framsóknarflokksins, og Katrínu Júlíusdóttur, varaformann Vinstri grænna. Gjör svo vel, Heimir. Já, Katrín víst ennþá Jakobsdóttir, en svona skólast þetta til í beinu útsendingunum. Ég byrja á þér, Guðni. Þú hefur verið að þrýsta á einhverjar aðgerðir. Eru þetta aðgerðir sem að Framsóknarflokkurinn getur skrifað undir? Þetta svartur dagur í sögu Íslands. Þetta svartur dagur á ábyrgð ríkisstjórnar hins mikla aðgerðaleysis. Ég gagnrýni hana hart og hef gert á við Framsóknarmenn. Fyrir ári síðan var hér fjármálakreppa hafin allan heim. Hér hafa vextir verið í himinhæðum. Seðlabankinn var ekki styrktur eins og þurfti og þess vegna þetta nú að fara eins og staðan í dag. Var þetta ekki þörf aðgerð í dag að þínum mati eða þurfti að gera eitthvað annað? Ég held að þetta sé aðgerð sem ég gagnrýni ekki við þessar aðstæður og mér var kynnt þessi staða í nótt og farið yfir hana sem auðvitað bara neyðarúrræði en mikið áfall, auðvitað mikilvægast nú að róa þjóðina. Hér þarf auðvitað þjóðstjórn við þessar aðstæður og samstarf við alla aðila samfélagsins en það er mjög mikilvægt að almenningur, sparifjáreigendur fái vitneskju það að þeirra staða verður sterk áfram og svo verður auðvitað að vinna úr þessu erfiða máli
Þetta er mikið áfall fyrir eigendur Glitnis og fyrirtækjana sem að honum standa, sem að hérna mun geta haft mikil áhrif, þannig að nú þurfa menn að bretta upp ermar og taka á. Það þarf ríkisstjórnin að gera. Þetta ber maður að taka á. Hvað segja Vinstri grænir þessa aðgerð? Var þarf á að gera þetta eða þarf að mynda þjóðstjórn eins og Guðni segir hér? Já, það eru auðvitað ekki öll kurl komin til grafar í því hvernig ástandið en ég held að þessi þjóðnýting hafi verið illskásti kosturinn í stöðunni. Það sem skiptir máli núna auðvitað að draga lærdóm af ástandinu og ég tel þetta til marks það að þessi aðgerðaleysis og einkavæðingar stefna, þessi laissez-faire stefna ríkisstjórnarinnar hér sem annars staðar er komin í þrot og það er lykilatriði að þetta inngrip ríkisins verði ekki bara til að viðhalda ástandinu, heldur verði ráðist í það að endurskoða hér lagaumhverfi fjármálageirans, því við erum að horfa á það að fjármálageirinn hefur vaxið hratt, lagaumhverfið hefur ekki fylgt honum eftirlitið hefur ekki kannski staðist sem skildi og við þurfum að horfa á það að skýra hér lög og reglur til að koma í veg fyrir það að skattgreiðendur endi með að borga brúsann í ákveðnu fjármálafylliríi sem hér hefur staðið yfir. Komast í miður ekki lengra hér með leiðtoga stjórnarandstöðuflokkana Katrínu Jakobsdóttur og Guðna Ágústsson og skiptum aftur yfir til Thelmu Tómasson. Já, áhrifafólk hjá okkur í beinni útsendingu. En krónan veiktist og hlutabréf fjallu á markaði í morgun. Þórður Fríðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar, segir ómögulegt að spá fyrir þróunina. Staðan sé alvarleg, en þetta sé verkefni sem þarf að vinna úr. Tilkynningum að ríkissjóði myndi leggja Glitni til nýtt hlutafé til að bjarga bankanum frá þroti skók hlutabréfamarkaðinn í morgun og tók úrvalsvísitalan dífu við opnun markaða. Krónan var einnig í frjálsu falli til að byrja með en svo styrkt hún stöðu sína eilítið. Nú er klukkan 11, hver er staðan á markaðnum akkurat núna? Verð hefur náttúrulega lækkað töluvert mikið á markaðnum hérna heima og reyndar aðeins meira heldur en annars staðar. Það er einfaldlega þannig að menni á markaði að kallast á áhrifin, hugsanlega áhrif af Glitni á markaðinn í heild og önnur fyrirtæki hér. Reyndar flækir það máli aðeins að markaðir erlendis eru einnig á mikilli niðurleið í dag þó að hér séu en þá skarpara línur í þeim efnum heldur en annars staðar. Staða krónunar, hvernig er hún á þessum tímapunkti? Staða krónunar, hún vektist strax í morgun. Það er auðvitað einnig erfitt að segja til framhaldið þar og markaðin, menn er einfaldlega bara átt að sjá þessum tíðindum og velta fyrir sér mögulegum áhrifum til lengri tíma. Ljóst er að fjárhagsstaða stærstu hluthafa Glitnis hefur veikst, en óvíst er hvað það hefur í för með sér. Ómögulegt það að segja svona í fljótu bragði. Þetta eru tölvur stóra fjárhæðir, en vonandi hafa þessir hluthafa nú breytt bak til þess að vera þá byrði sem í þessu felst. Alvarleg staða? Já, þetta er vissulega alvarleg staða, en þetta er bara verkefni sem við þurfum að vinna úr. Og aftur hingað niður til Glitnis því fréttina komu starfsfólki og viðskiptavinum Glitnis á óvart en starfsmannafundur var haldinn strax eftir að tilkynnt var kaupin í Seðlabankanum. Lillý Valgerður Pétursdóttir tekið við. Lárus Velding, bankastjóri Glitnis, hélt beint úr Seðlabankanum í morgun í höfuðstöðvar Glitnis að Kirkjusandi. Hann boðaði strax til starfsmannafundar þar sem hann tilkynnti starfsfólkinu breytingarnar. Þeim starfsmönnum sem fréttastofa ræddi við komu fréttirnar mjög á óvart og voru nokkuð uggandi yfir þeim. Lárus segir kaup ríkisins ekki hafa áhrif á viðskiptavinni. Viðskiptavinir okkar munu ekki finna fyrir breytingum og Glitnir mun áframleggja höfuðaráherslu á að veita góða og öfluga þjónustu. Nokkuð var að viðskiptavinir bankans leigðu leið sína í útibúin í morgun til að athuga með stöðu mála en öll útibúin eru opin í dag. Þeir sem reyndu að taka út úr sjóðum sem þeir eiga í bankanum gátu það ekki en hins vegar er hægt að taka út fé af almennum bankareikningum. Komstu hingað í morgun þegar þú heyrðir fréttirnar? Já. Hvers? Ég bara að athuga hvort ég ætti að taka út eða hvort þau væri að missa allt út úr handanum á sér en svo var mér sagt að ríkið væri komið í spilið og ríkið ábyrgist svo mér létti nú mikið við það sko. Reyndir að taka út? Já, ég ætlaði svo að taka út úr einu sjóði en þá var sagt að það var ekki hægt fyrir á morgun, þeir eru bara að athuga sinn gang. Það er að vera viðskiptavinur hérna áfram? Alveg ábyggilega, það er yndislegt fólk hérna. Og erlendir miðlar segja Björgun Glitnis hafa valdið enn frekara falli á verðbréfum í banka í Evrópu. Íslensk stjórnvöld hafi tekið alvarlegt skref sem fæstir hafi búist við. Guðjón Helgason. Mikið fjallað Björgun Glitnis í erlendum miðlum í morgun. Norska blaðið Aftenposten segir hana hafa valdið enn frekari falli á verði á hlutabréfum í evrópskum bönkum.
DB Nor hrapaði þannig meir en 7% en hafði þegar fallið milli 4 til 5% áður en fréttirnar bárust á Glitni. Talsmaður skandinaviska Enskildabanken Karl Hammer segir í viðtali við Reuters fréttastofuna að það hafi verið vitað að íslenskir bankar ættu í fjármögnunar örðuleikum en þarna sé hins vegar tekið mjög alvarlegt skref sem fæstir hafi búist við. Sérfræðingur Commerzbank í Þýskalandi segir í samtali við Reuters að hann voni að aðgerðir íslensku ríkisstjórnarinnar verði til að róa markaðinn hvað varðar íslensku krónuna. Og bankarnir í vandræðum víðar en á Íslandi í dag. Breska ríki tilkynnti í morgun að það myndi þjóðnýta einn helsta fasteignalánabanka landsins. Ríkisstjórnir Benelux-landana hafa gripið til aðgerða til að bjarga Fortis-bankanum frá hruni. Í Bandaríkjunum rætt yfirtöku á Wachovia, 4. stærsta banka landsins, vegna fjárhagsvandræða. Guðjón Helgason aftur. Bandaríkjaþing greiðir síðar í dag atkvæði frumvarp sem felur í sér stofnun 700 milljarða dala neyðarsjóðs fyrir bandarísk fjármálafyrirtæki í kröggum vegna undirmálslána. Þrátt fyrir að deilan þann sjóð virðist vera að leysast enn órói á mörkuðum. Wachovia, 4. stærsti banki Bandaríkjanna í vandræðum. Fulltrúar hans munu í viðræðum við fulltrúa annarra banka yfirtöku. Þar hafa verið nefndir Citigroup og Wells Fargo. Stærsta bankabjörgun Evrópu virðist einnig nær tilbúin. Þar að ræða belgísk-hollenska bankan Fortis sem einnig starfandi á tryggingamarkaði. Fortis eitt stærsti bankin á Evrópusambandsvæðinu. Björgun hans mun hafa verið tryggð eftir neyðarfund Jean-Claude Trichets, bankastjóra Seðlabanka Evrópu með fulltrúum ríkisstjórnar Belgíu, Hollands og Luxemburgar. Ríkisstjórnir landana hafa samþykkt að dæla jafnvirði 1600 milljónum króna í bankan og þjóðnýtan þar með að hluta. Fortis selur hlut sinn í hollenska bankanum ABN AMRO sem keyptur og frá keppinautnum ENG í fyrra. Breska ríkið tilkynnti í morgun að það myndi þjóðnýta Bradford og Bingley einn helsta fasteignalánveitenda Bretlandseyja. Hlutar hans verða seldir og líklegast talið að spænski bankin Santander komið þar að. Og ákvörðun ríkisstjórnarinnar að þjóðnýta Glitni sendir skýr skilaboð til umheimsins og tíðindin eru söguleg, segir Ólafur Ísleifsson, lektor í hagfræði við Háskólann í Reykjavík. Lóa Pind Aldísadóttir tekur nú við. Hver eru þín viðbrögð við tíðindum morgunsins? Stjórnvöld hafa með þessum hætti sýnt það í verki að þau standa að baki fjármálastofnunum hér og hafa tekið að málum með áþekkum hætti og gerst hefur í nágrannalöndum. Þetta er auðvitað mjög sterk skilaboð til umheimsins. Þótt banki sé sterkur og standi ströng álagspróf fjármálaeftirlitsins þá getur eitthvað látið undan í svona ástandi á alþjóðamörkuðum, segir Ólafur. Telur þetta eftir að styrkja stöðu íslenska fjármálakerfisins á erlendum mörkuðum? Já, önnur viðbrögð hefði bara geta leitt af sér ófyrirsjáanlegar afleiðingar. Sérðu fyrir því að við eftir að sjá þjóðnýtingu á fleiri bönkum? Ég skal ekkert það segja, vonandi kemur ekki til þess. Er þetta eðlilega viðbrögð hjá ríkisstjórninni? Þetta eru viðbrögð sem að sýnast vera þannig vaxin að ekki hafi verið aðra kosti að ræða í þessari stöðu sem upp hafi komið hjá þessum banka. Neyðar viðbrögð sem sé? Það má þetta nefna því nafni. Þetta er náttúrulega mjög söguleg tíðindi að af hálfu hins opinbera þá þurfum við að stíga fram með þessum hætti. Já, þá fyrir við að ljúka þessu hérna úr höfuðstöðum Glitnis, þetta hefur verið tíðindamikill dagur, Heimir. Já, aldrei stór dagur í bankasölu Íslands og fjármálasögu Íslands, en við höldum að sjálfsögðu áfram á Vísi og fréttastofu Stöðvar 2 og Bylgjunnar að fylgjast með í allan dag og verðum með stóran pakka þessi mála út í kvöldfréttum okkar og Ísland í dag, en skiptum núna upp í Skaftalíð til Eddu Andrésar. Jú, takk fyrir það, Heimir Már og Telma sem hafið verið í höfuðstöðum Glitnis að flytja okkur fréttir í framhald af þeim stórtíðindum að ríkið hefur nú eignast 75% hlut í Glitni eftir nokkura daga samningaþrif. En hér framundan hjá okkur eru fréttir af íþróttum og svo eigum við af sjálfsögðu eftir að fara við veðrið.